Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, nýráðin verkefnastjóri fjölmenningarmála í Reykjanesbæ. Þetta alveg splunkunýtt starf. Já, ég var svo heppin að fá að vera í þessu starfi, vera valin til þess að sinna þessu. Ég byrjaði hérna í síðasta mánuði sem verkefnastjóri fjölmenningarmála. Og finn alveg hérna væntingar og svona mikla velvild til starfsins, þannig að það bara fær mjög gott start, það verður ekki annað sagt. Ég ætla að skjóta einnig svona spurningu í byrjun sem að tengist þessu beint. Þarftu að tala mörg tungumál eða? Nei, ég hef alltaf séð þannig að þetta, sko, tungumál, nei, þú veist, við erum með túlka og ég kann að tala, þú veist, með túlk, þannig mér finnst það mikilvægt. En ég líka svolítið að vinna með starfsfólki Reykjanesbæjar og styrkja okkur í þjónustu við íbúa Reykjanesbæjar af erlendum uppruna. Ef að ég ætti að vera starfsmaður sem að myndi þjónusta öllum erlendum íbúum Reykjanesbæjar, þá væri mínum kröftum ekkert mjög vel varið. Þá var ég mjög fljót að drukkna í verkefnum. Þannig að auðvitað þarf ég ekki að tala mörg tungumál, en ég þarf að hlusta vel á hvaða tungumál sem er og hvernig sem það er talað. Og ég tel mig vera nokkuð góð að því. Ég ætla aðeins að forvitnast þig. Hvað getur þú sagt okkur þig? Hver er Hilma? Já, hver er Hilma Hólmfríður? Fyrir utan að vera bara sandgerðingur, Suðurnesjakona, Njarðvíkurbúi. Já. Ég fór í félagsráðgjöf, lærði félagsráðgjöf og svo sem alveg fram að því mikil svona mannlífskona. Hef alveg svona mikinn áhuga á öllu því sem mannlegt er. Og fór í félagsráðgjöf og á meðan ég var í náminu fór ég að vinna með ungmennum af víetnamskum uppruna í verkefni sem heitir Framtíð í nýju landi. Og eftir það var eiginlega ekkert aftur snúið. Ég fór einhvern veginn bara í mínu námi og öllu að velta þessu svolítið mikið fyrir mér. Hvernig getum við búið til eina samfélagsheild og þá voru bara hlutfall innflytjenda mjög lágt á Íslandi á þessum tíma. Þetta var svona í upphafi aldar. Þannig að ég fór að vinna í þessu og eftir útskriftina fór ég að vinna hjá Reykjavíkurborg. Og þar var ég líka að vinna mikið með fólki af erlendum uppruna, innflytjendum sem voru í þjónustu hjá borginni í svona almennu félagsráðgjafarstarfi og tók þátt í móttökuverkefnum flóttafólks. Og eftir það, þá lá leiðin inn í velferðarráðuneyti, þar sem ég vann á svona stærra sviði og stærra grundvelli, horfði á í svona meiri fjarlæg, svona því sem að kallast á svona fagmálinu svona mikro og makró. Svona hvort að maður er inn í einstaklingsmálunum eða þessu svona stefnumótunar. Þannig ég fór í svona stefnumótunar vinnu þar, bæði varðandi móttöku flóttafólks, hvernig erum við að taka móti flóttafólki og líka hvernig viljum við gera það. Og það er það sem að stefnumótun snýst hvernig viljum við hafa hlutina og hvað gerum við til þess að ná því að komast þangað þar sem við viljum vera. Og þannig að hlutverk mitt hefur verið það og svo var ég líka í innflytjendamálunum í ráðuneytinu og ýmsu svona velferðarmálum. Ég var nú að segja frá því að ég var að æla montin, einu sinni var ég kynnt, var einn maður sem ætlaði að kynna mig og sagði þetta er hún Hilma, hún er svona velferðarkona og það þótti mér mjög mikið hrós og ég hef verið að vinna í velferðarmálum og innflytjendamálin eru bara einn hluti þess, hluti af öllu mannlífinu. En nú ertu komin til Reykjanesbæjar og þetta er nýtt starf hjá sveitarfélaginu og það er forráðamenn sveitarfélags hafa sagt á undanförnum mánuðum og undanförnum árum að þetta sé svolítið ný áskorun hjá sveitarfélaginu að nú er hún svo stór hluti bæjarbúa af erlendum uppruna. Hvernig er staðan í dag? Hvað er þetta stór hluti? Í Reykjanesbæ er 4. hver íbúi með erlend ríkisfang. Flestir þeirra, 2/3, eru með pólskt ríkisfang. Þannig að það er þessi áskorun hvernig búum við til eitt heildstætt samfélag þar sem við erum öll saman og erum jafnvirkir þátttakendur, hvort sem við erum af erlendum uppruna eða ramíslenskum eða hvernig sem það er orðað. Þá viljum við eiga samfélag þar sem okkur öllum líður vel og við vitum að við höfum öll jafn tækifæri til þess að taka þátt. Og ég var svo lánsöm að byrja hér. Við fluttum hérna fyrir 2 árum síðan, þannig að ég tók hérna 2 ár í að keyra til Reykjavíkur til vinnu
Þannig að nú ég komin hérna að vinna í Reykjanesbæ og ég bara ægilega glöð með það og ég finn mikinn kraft, ég finn ofsalegan meðbyr allstaðar við alla sem ég tala. Ég hef ekki fundið neitt annað en meðbyr með verkefninu og mér finnst gaman hvað allir eru til. Það eru allir til í að búa til samfélag þar sem að við getum verið með þessu jöfnum tækifæri. Ég hugsa nú stundum ræðu forsetans í þingsetningunni núna daginn að hvers virði fullveldið ef okkur líður ekki vel. Hann var að tala kvíðan og einsemdina, einmanaleikan í fólki að við erum að sjá svona tölur þess efnis að meðborgurum okkar í samfélaginu þið líði ekki nógu vel. Og ég núna með vináttu á heilanum. Af því ég trúi því að vináttan skil okkur því að við verðum þáttakendur og þessi persónulegu tengsl og ég veit að það var unnin viðhorfskönnun þess efnis hversu viðhorf til innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins, hvort við erum jákvæð eða neikvæð til þess. Og þar skipti persónuleg tengsl og vináttan bara langmestu máli. Og þá það áskorun þeirra sem í stefnumótun, hvað getum við gert og hvernig samfélag búum við til þess að við búum til vináttu. Og getum við haft það að markmiði að fólk eignist fleiri vini. Og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt að hugsa þetta þannig af því að við erum alveg tilbúin til þess að setja inn einhver svona stefnuskjöl að fólk eignist meiri pening eða fleiri sé í námi eða eitthvað svona. En erum við tilbúin til þess að setja það í stefnuskjöl að fleiri eignist vini? Og hvernig ætlum við að gera það að við eignumst vini? Og þá þvert á að því við sýnum því, og ég hef verið svolítið hugsi eftir ég sá þessar niðurstöður, þetta var bara núna í vor, að við sýnum því skilning öllu sem að okkur þykir vænt leið okkur þykir vænt eitthvað, þá skiljum við betur hvaðan að gangi í gegnum og við berum meiri virðingu fyrir því. En er þetta svona einfalt? Hvernig getum við sagt, hvernig eiga bæjarbúar hér að nálgast málið? Hvernig koma þeir inn í þetta? Þeir eru stóri þátttakendur í því ef á að búa til vináttu við útlendingar sem að hingað eru komnir í sveitarfélagið. Hvernig ertu að horfa á þetta þannig? Ég meina, hvað segir við fólk hérna, þegar spyrði út í þetta, og eins til dæmis, hvað eru útlendingarnir okkar, segi ég, duglegir að taka þátt í samfélaginu? Við höldum að þeir sé ekki að taka nógu mikið þátt. Okkur sýnist sem að þeir sé ekki að mæta á ljósanótt og þeir sé ekki að mæta hérna á sýningarnar og íþróttaæfingarnar, börnin þeirra. Íþróttaæfingarnar. Það nú eitt af því sem við allir bara erum búin að ákveða að gera gangskur í, að auka þátttöku barna í skipulögu íþrótta- og tómstundastarfi. Þetta ekki verkefni mitt og einnar og ekki verkefni Reykjanesbæjar per se, heldur bara að við þurfum líka sem foreldrar að passa upp og við séum að spyrja félagana og gera og vera bara vinaleg og sýna að við erum opin og við tökum á móti þeim sem að eru að taka þátt og hvetjum þá sem eru ekki að taka þátt til þess að koma og talandi foreldra, að við hnippum í hinn og segja hey, það foreldrafundur, þú veist, ef að fara saman eða ég hitti þið þar eða nota þessi orð. Þegar svona stór fjöldi í sveitarfélaginu, hvað mikið af þessu fólki sem að komið til að vera eða það bara komið til að vinna hérna upp í flugstöðinni eða í öðrum störfum? Það mjög margir að vinna við í störfum tengdum flugiðnaðinum eða ferðaþjónustunni. Þetta fólk sem að býr bara í einhverjum íbúðum hér og tekur ekkert þátt eða hvað ertu með þær tölur? Ég ekki komið með þær tölur en ég einmitt búin að vera sérstaklega núna eftir ég byrjaði svona fyrst var þetta alltaf í svona talna nörda stemningu að skoða hvernig og mig langar að við köllum fram þessar tölur. Ég ekki búin að skoða hversu lengi fólk hefur búið hérna. En það eitt af því sem við myndum vilja sjá og gera kannski ár frá ári svolítið könnun á því hvað meðal árafjöldi, hvað eru margir sem hafa bara búið hérna skemur en 1 ár
það einhver hópur sem að stækkar eða minnkar með ári hverju? Þannig ég sé fyrir mér að við séum svolítið að skoða þetta og þannig gerum við stefnumótina og áherslunum okkar svolítið skýrari og við erum í því starfi núna, við erum að vinna fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, þannig ég bara að safna núna á borðið með öðru starfsfólki Reykjanesbæjar hvaða verkefni, hvar ætlum við að leggja áhersluna og þegar við hefum ekki verið að skoða tölurnar þá er þetta alltaf erfitt að setja fingurinn og mjög erfitt að mæla. Við þurfum að fá íþróttafélagin til dæmis og tómstundastarfi til þess að vera að skoða og rýna í það hvað eru margir iðkendur hjá okkur, hvað eru margir þeirra af erlendum uppruna. Þetta er pínu aukavinna, ég veit það alveg, en til þess að við gerum þetta saman, það þurfa allir að vera að skoða þetta og bara eins og hérna á bókasafninu og þeim finnst eins og það sé hátt hlutfall þeirra viðskiptavina af erlendum uppruna. Hér koma margir inn. Þannig að það er líka dásamlegt að vera komið með þennan vettvang og við séum að skoða þetta, sundlaugarnar eða annað. Sko, hver og ein starfsstöð og hvert og eitt fyrirtæki hugsi það. Er ég að þjónusta alla íbúa sveitarfélagsins eða bara suma? Þetta er náttúrulega gríðarlega áskorun fyrir kennara og fleiri, ég man ekki hvort að það hefur verið sagt frá því hérna að það séu frá 45 eða 50 þjóðernum fólk hérna og nýlega var verið að opna leikskóla upp á Ásbrú þar sem eru á milli 70-80 krakkar, helmingurum af þeim talar meira en 2 tungumál eða meira en 1 tungumál, eru sér tvítingd eða meira. Þannig að þetta eru algjör fjölmenningar stofnanir. Já. Og ég veit hvað er þá íslenskan mikið atriði í þessu? Hvað leggið þið mikla áherslu á það? Er það eitthvað hjá þér? Já. Hvað er mikið atriði fyrir útlendingana að læra íslensku? Já, ég meina íslenskan er lykillinn að samfélaginu og við verðum að skapa vettvang til þess að fólk geti lært íslensku. Við verðum að vera með námskeið í boði þar sem að fólk hefur tækifæri til þess að læra. Vinnumarkaðurinn verður að gefa fólki tækifæri til þess að fara og mæta á námskeiðin. Svo verður að vera hvati í samfélaginu, samfélagslegur hvati og það er eins og þú segir, sumir eru kannski bara að stoppa hérna stutt, sumir eru ekki með börn og við verðum að skoða þessa hvata, hver er hvatinn fyrir því? Ef þú ert með börn í skóla, þá er mjög mikill hvati til þess að læra íslensku, þú verður verið samskiptum við hina foreldrana og annað. Ég veit líka að þetta er áskorun fyrir kennarana að vera með bekk og vera með hóp barna þar sem að kannski börnin tala ekki tungumálið sem að námið þarf að fara fram á. Og hvernig getum við farið í gegnum hvern og einn dag þannig? Og ég gerir mér alveg grein fyrir því að það er áskorun. En það er eitthvað sem við getum unnið með. Og ég veit að fræðslusviðið hér er að vinna og styrkja kennara og vinna með þetta íslensku sem annað mál í skólanum. Við vorum nýlega með nokkur viðtöl í Víkurhraut þar sem við vorum að ræða við útlendingar sem eru sestir hérna að og bæði Pólverjar og af öðrum þjóðurnum. Og þeir útlendingar sem hafa kominga og eru orðnir í rauninni, eru komnir til þess að vera og eru sestir hérna að, þeir eru allir mjög ánægðir. Já. Mjög ánægðir með allt saman einhvern veginn. Já. Það er svolítið merkilegt. Já, það er mjög merkilegt. Ég held að fólk sem hefur tekið ákvörðun að búa hérna, það er vegna þess að því líkar vel. Og leið og þú ert búin að læra tungumálið og ert að taka þátt, talandi hana velíðanana og vináttuna manstu, að þá líður okkur betur. Og mér finnst einmitt líka bara velferðsviði hér talað svona mesta áskorunin var að rjúfa félagslega einangrun. Að það er einmitt þetta, það er lykillinn og hvaða lykla setur á kippuna til þess að komast inn í félagslegu samskiptin, að það eitt af því er tungumálið. Sérðu fyrir þar að þú bjóði pólskri vinkonum þinn í saumaklúbbið þinn? Saumaklúbbar eru náttúrulega ákveðið fyrirbæri, íslenskt fyrirbæri, svo harðlokað, ég sé ekki minn saumaklúbb, hvort sem hún væri pólsk eða einhverjum öðrum uppruna, hann er ekki opnað. Lokaðar en leynifélög kalla? Já, Jesús minn, já. En ég sé mig samt alveg kannski fara í annan saumaklúbb sem að væri með konum og fólki af ólíkum uppruna. Og það er það sem við þurfum að opna fyrir.
En það auðvitað þessi sko menningarmunur og mér finnst einmitt fjölmenning, það ekki bara uppruni. Sko íslenski saumaklúbbar, það náttúrulega sko fjölmenning per se sko, því þú sest ekkert inn í annan saumaklúbb þó þú þekkir allar kettlingarnar í hinum sko. Af því þá kanntu ekki alveg samskiptin, þú kannt að bera þig að og þú kannt að fíblast í þínum eigin saumaklúbbi. Þannig að, en svo leið og þú ferð inn í einhvern annan, þá veist ekki alveg hvar húmórinn liggur og eða hvaða veitingar á að vera með eða hvernig sem það sko. Og þarna fjölmenning, þó ég sé bara að tala um íslenskar kettlingar núna sko. En þannig að mér finnst þetta, saumaklúbbar mjög góð samlíking varðandi fjölmenningu og flytja á milli landa og stíga inn í hóp ókunnugra, aðra menningu. Ég sé samfélag fyrir mér að það búið til úr mörgum litlum samfélögum. Þú veist eins og við vorum að tala um saumaklúbbana, þú veist að við verðum að virða það að fólk á sína menningu, en við erum samt á Íslandi, ég alveg sammála því, við erum á Íslandi og við virðum það sem íslenskt líka. En fjölmenningin snýr einmitt að því að virða hvert annað og einmitt Íslendingar sem hafa búið í útlöndum, þeir hafa haldið í sitt íslenska og haldið hópinn og mynda mjög sterk og falleg vinasambönd við aðra Íslendinga og meðan þeir hafa búið á erlendri grundu og sem að haldast í gegnum súrt og sætt og svo eiga þeir líka hlýja minningar af þeirri menningu sem að þau urðu hluti af. Og ég held að það sé betra, ég held að það sé sterkara fyrir þann sem að býr erlendis að geta haldið í sitt. Geta haldið í sitt móðurmál og geta haldið í sína menningu en líka verið hluti af þeirri samfélagi sem þú býrð í. Sér svona, það þarf að vera gott bland í boka? Algjörlega. Bara þannig mannlífið. Það virkar aldrei að gera einhverja svona eina leið sem á að bara henda öllum. Bara aldrei.